staðan í heiminum hefur breyst. Heimurinn miklu flóknari en hann var og kannski einhver leyti hættulegri núna. Og á síðasta ári að þá nam útflutningsverðmæti tækni- og hugverkaiðnaðar meira en sjávarútvegs í fyrsta sinn. Og útflutningsverðmæti tækni- og hugverkaiðnaðar hefur áttfaldast á innan við 20 árum. Áttfaldast síðan 2008. Skortur raforku, flutningskerfi setur strik í reikninginn, það skortur íbúðir og svo framvegis. En sko góðu fréttirnar eru þær, allt þetta eru heimatilbúnar hindranir sem við sjálf getum og eigum að ryðja úr vegi. Já. Það bjart framöndan. Ef við horfum langt fram á vegi. Ég held þetta verði flott sko. Bjarni sagðist alltaf að segja nei. Hvað segir Sigurður Hannesson? Já, Sigurður. Það segir gott. Bara ljómandi gott. Gott að sjá þig. Já, sömuleiðis. Hvað hérna, eitthvað að frétta? Já, það nú bara svo sem margt á döfunni. Já. Hérna, það óvægt að segja það. Ekkert smá maður. Þetta ár hefur náttúrulega verið svolítið áhugavert sko, í þróuninni og við horfum fram á svolítið erfiðan vetur. Ég held að sko, það geti orðið svolítið hörð lending núna í bara byrjun september. Já. Við erum að sjá bara atvinnuleysi náttúrulega aukast, verðbólgan þrálát, gengur illa að ná henni niður, það endurskoðun kjarasamningar núna 1. sept. Nokkrum dögum eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Já, strax það sem alveg sama hvernig úrslitin verða, það verður væntanlega stór hópur fólks í sárum. Já, ég sagði þetta reyndar sko, hérna, þegar þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fór að stað út af því að þá sko forsendur kjarasamninga, það var ótrúlega fyndið að hlusta fólk tala um þetta út af því að fólk var svona, já, nú ekkert víst hvort að þeir bresti og ég var alveg, það ekkert í pípunum sem að sýna fram á það að þeir muni ekki koma til með að bresta. Þannig að við getum gert ráð fyrir því, þannig að þessi tímasetning þjóðaratkvæðagreiðslunnar náttúrulega frábær með það að gera fyrir ríkisstjórnina að þeir þurfi ekki að vera nýbúin að missa kjarasamningana. En núna aftur á móti náttúrulega gerir fólk sér bara grein fyrir þessu, það vita að þetta muni koma til með að gerast. Já. En þetta mun náttúrulega hafa mikil áhrif. Það mun gera það, en það sem áhugavert með kjarasamningarnir að sko, efnahagslegu markmiðin hafa ekki gengið eftir og þess vegna eru forsendur að bresta. Verðbólgan þrálát og vextir eru háir og það náttúrulega hefur rosalega mikil áhrif á alla, hvort sem það eru fyrirtæki eða bara almenningur. En sko önnur markmið samningana hafa gengið eftir, því við sjáum það bara kaupmáttur hefur aukist. Og það kom bara mjög glöggt fram til dæmis í árlegri skýrslu kjaratölfræðinefndar sem opinber nefnd sem greinir vinnumarkaðinn í þaula og skýrslan kom út í sumar að kaupmáttur launa hefur aukist. Þannig að sko á þann mælikvarða þá hafa þessi samningar skila launafólki kjarabótum. Já, og fyrir þá sem ekki þekkja þá varst þú náttúrulega framkvæmdastjóri fyrir samtaka iðnaðarins og ég náttúrulega tala mikið iðnaðinn hérna en hérna það sem mér langar kannski að skoða það sko kannski bara svona, já, kostnaðar ábatagreining á því að við göngum inn í Evrópusambandið út af því að núna ég að tala við ýmsa aðila sem eru í fjárfestingum og erlenda aðila sem að hafa hugað því að gera eitthvað hér á Íslandi og mér sagt að þessi gríðarlega mikið af þessu svona súrefni, það tala svona súrefni sem fari aðildarviðræðurnar en það líka ákveðið súrefni sem hefur að gera með þær fjárfestingar, þau áform og fleira sem að sitja einfallega á hakanum út af því að fólk að bíða eftir því að sjá hvernig þessi þjóðaratkvæðagreiðsla muni fara. Sko ég held allavega að það sé alveg rétt sem að forsætisráðherra sagði í viðtali núna í hlaðvarpinu Resist Politics daginn að ef að niðurstaðan verði svo í lok mánaðar að við förum í aðildarviðræður að þá mun fara mjög mikil orka í það hjá stjórnkerfinu og kraftarnir eru náttúrulega ekki óþrjótandi þannig að það þýðir að eitthvað annað mun bíða. Ég held að þetta sé alveg rétt mat hjá henni og hún hefur líka sagt þetta áður sko þannig að og það má líka bara vísa í reynsluna frá síðustu aðildarviðræðum. En varðandi kostnað og ábata þá náttúrulega það þannig að það ýmislegt fengið út úr aðild en á móti að þá mun að kosta okkur ýmislegt bæði í beinhörðum peningum, það mun kosta eitthvað í fókus og orku það væntanlega að stækka stjórnkerfið
þannig að þú veist, og upptaka evru hefur bæði kost og galla og ég meina það farið vel yfir það til dæmis í nýlegri skýrslu sem kom út núna í júní það sem að ríkisstjórnin fékk erlenda sérfræðinga til þess að leggjast við yfir þetta og það engin töfralausn í boði það sé alveg á hreinu en hins vegar eins og ég segi það eru bæði kostir og gallar sko fyrir iðnaðinn að þá það þannig að náttúrulega EES samningurinn að þó að hann sé já, þú veist, fólk kannski greinir á hvað hann stórt hlut allavega ESB en sko í skýrslu sem að koma út fyrir 6-7 árum eitthvað svoleiðis á vegum íslenska stjórnvalda EES samningin að þá talað að við höfum tekið upp 13% af regluverki í Evrópu, ég veit svo mikið hvernig þróun hefur verið síðan en það gildir að miklu leyti iðnaðinn og kannski fyrir iðnaðinn voru stóru breytingarnar þegar að Ísland gekk í EFTA og svo aftur þegar við gengum í EES þá urðu mikil áhrif á iðnaðinn það voru bara mörg fyrirtæki sem að lögðu upp laupana störf sem að hurfu og svo framvegis þannig að þessar breytingar hafa einhver leyti komið fram og fyrirtækin að taka á sig ýmsa kröfur, ég get nefnt stóriðuna sem að til dæmis hluti af ETS-kerfinu sem það þarf að greiða fyrir losun gróðurhúsalofttegunda greiðir einhverja milljarða ári til dæmis þannig að áhrifana gætir víða en á móti kemur að þá fá fyrirtækin aðgang að markaðnum það sem að náttúrulega bætist við svona stóru málin þá sjávarútvegur sem náttúrulega ekki hluti af iðnaði en sjávarútvegur náttúrulega grundvallar stoð í íslenskum útflutningi þannig að það skiptir okkur mjög miklu máli hvernig umgjörðin og að fyrir okkur auðvitað hafa stjórn á miðunum og veiðunum þannig að sko þetta hefur náttúrulega komið mjög skýrt fram í máli allra. Landbúnaður, það risastórt mál og það snýr að iðnaðinum vegna þess að afurðastöðvarnar, fyrirtæki sem vinna úr framleiðsluvörunum, kjöti, mjólk og svo framvegis eru tilheyra iðnaði og þar getur orðið mjög mikil breyting. Já. Þar hefur orðið dæmin sem hefur verið vísað til snúast þá svona einhvern norðurslóða landbúnað það sem að viðkomandi ríki Finnland, Svíþjóð hafa heimild til þess að niðurgreiða meira. Þannig að það ekki að koma þá fjármunir aukalega frá Evrópusambandinu, heldur það bara ríkin sjálf sem að þá skattleggja borgarana og niðurgreiða landbúnað. Sem eru samt sagðir vera sko styrkir Evrópusambandsins? Já, þetta rauninni bara heimild ESB til aukins ríkistuðnings við þessa grein. Það landbúnaðurinn síðan að tollamálin og þar erum við í EFTA í dag og EFTA tollabandalag og gerir tollasamninga og fríverslunarsamninga við hin ýmsu svæði. EFTA hefur oft verið á undan Evrópusambandinu að gera samninga. Indland nýlegt dæmi það og sömuleiðis Mercosur, það að segja Suður Ameríkuríkin. Og þar á Ísland sæti við borðið þannig að þeir samningar sem að í gildi og Ísland á aðild að gegnum EFTA að þar hefur verið tekið tillit til okkar hagsmuna en við aðild að Evrópusambandinu að þá falla þessi samningar úr gildi og við fáum í staðinn þá samninga sem að Evrópusambandið hefur gert og þar höfum við náttúrulega ekki átt neina aðildarsamningagerðinni og það þarf bara að greina það samning fyrir samning hvernig það rímar við okkar hagsmuni og það bara vinna sem þarf að fara í núna þá í haust ef að verður. Já, ég sko ástæðan fyrir því að ég ætla að segja nei bara þetta að sko mér út af því að það svo ótrúlega fyndið að fólki sem að tala um sjálfhlutina sko þetta bara, við erum bara að kíkja í pakkan og slaka það á maður, það verða engar aðlaganir og ekkert annað. Ég meina sko ok, ef við bara skrifum upp á það sé engar aðlaganir, það bara flott, ok, það engar aðlaganir sem fara í gang, segjum bara sem svo, ég hef mínar efasemdir það, en aftur á móti þá fólk að veigra sér við því að hreyfa sig á ákveðin máta til þess að
fara ekki með einhverjar, gera ekki einhverjar stóra fjárfestingar eða gera einhverjar fleipur ef að við endum svo á því að ganga þannig inn sem þá forsendubrestur fyrir þessa tilteknu fjárfestingu. Það mjög ólíklegt að þeir sem eru að fara að fjárfesta núna séu að fara að gera ráð fyrir aðild, þannig að við erum svona á milli skips og bryggju í öllum þessum hlutum þegar við erum að tala um fjárfestingar. En sko, og fólk segir við mig, já nei, við erum bara að fara að kíkja og sjá, og ég segi, ok, við erum kannski að bara fara að kíkja og sjá, en kíkja og sjá á hvað? Því að ég hef verið að núna fjalla með þessa Draghi-skýrslu og það er fólk verið að segja við mig bara, já, þetta nú bara einhver skýrsla, hún ekki merkileg, og ég segi, heyrðu, hún nú ekki bara minna merkileg heldur en það að framkvæmdastjórnin sko kemur nánast ekki fram á fundum þegar þú ferð yfir þetta, gerir nánast ekki skýrslu nema hún sé noti þessa Draghi-skýrslu sem grundvallar forsendu fyrir því hvernig skýrslun háttað. Hún bara ekki minna mikilvæg en það. Og hvað segir þessi skýrsla? Jú, að Evrópa muni koma til með að dragast aftur, sérstaklega í teknikgeranum, nýsköpun og öðrum hlutum sem að við höfum bara verið að í rauninni gera töluvert betur á undanförnum árunum heldur en við höfum verið að gera á síðustu 20 á undan því. Og þá var ekki nefnt Keresis og Guðmundur Fertram hefur náttúrulega komið fram og sagt að Keresis hefði ekki orðið til ef að það hefði verið fyrir regluverk Evrópusambandsins. Guðmundur Hafsteinsson hefur sagt komið opinberlega fram og sagt að meira þess að þegar hann var að tala um það að við getum verið ákveðin höfn fyrir að prófa tækninýjungar á sjálfkeyrandi bílum og öðru, að þá hafi ríkisvaldið, og það ekki einu sinni þessari ríkisstjórn að kenna, út af því ég held að hann hafi verið að ræða við fyrir ríkisstjórnir það að það væri ekki hægt að ganga í þetta út af því að við værum svona að í einhverju limbói. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og letir klára málið í dag. Þú veist, út af þessum EES-samningum, út af samskiptum okkar við EES, myndi þetta vera réttlæta skakvart þessu DSA eða hvað sem þessi persónuverndarlöggjöf heitir öll, sem stendur tæknigerunum fyrir þrifum. Og þá segi ég, ok, hvað erum við að fara að skoða? Við erum að fara að skoða þetta Evrópusamband sem að núna, samkvæmt Draghi-skýrslunni, eins og segið Guðmundur Hafsteinsson var náttúrulega að tala um þetta frá fortíðinni, Hilmar Veigar, sjá CCP, sem að núna stýrir Fenris Creations, hefur sagt nákvæmlega sama. Við erum að fara að kíkja á það sem að núna þeir sjálfur viðurkenna að ekki að fara að búa til hagvöxt fyrir Evrópu á næstu árum, það að segja þetta regluverk, sem þá fara að gangast inn á fullu, 14%, segjum bara 17% eins og við komum fram í sumum skýrslum sem við erum einlega, en við erum það að fara að ganga af fullu af þessu regluverki sem að þeir sjálfur segja að muni ekki koma til með að lagast á næstu árum út af því að regluverkið gerir ráð fyrir ákveðnu neitunarvaldi, ákveðna ríkja og fleira en að líka sé að fara að láta hagvöxt standa á hakanum. Það er það sem að mér finnst að eina sem skiptir máli eru bara framtíðar kostir Evrópusambandsins í því hvort að þeim munum vegna betur eða verra á næstu 10 árum. Þeir segja verð. Já. Þeir segja verð. En við erum samt að fara að skoða hvað er í boði fyrir okkur. Það ætti að vera ekki þessi 2 milljarðar sem þessi mögulega, hugsanlega, opinbera stjórnsýsla sem að væri yfirbygging yfir því að fara yfir. Að mér er drullusam það. Ég er bara að pæla í því hvort að næstu 10-20 árum Evrópa muni ganga betur og þá við í samfloti eða hvort okkur muni vegna betur utan þess. Já, nákvæmlega. Ég meina þetta eru bara mjög mikilvægar hugleiðingar upp á framtíðina og komið aðeins betur á því og eftir en sko Draghi-skýrslan sem þú nefnir er náttúrulega mjög gagnlegt plagg og við samtök iðnaðarins eru aðili að Business Europe sem eru svona stærstu samtök atvinnurekenda í Brussel, gagnvart Evrópusambandinu og þar eru samtök 1-2 samtök frá hverju Evrópulandi ekki bara ESB eða EES heldur líka fleiri og á þeim vettvangi hefur ekki verið rætt annað í svona 4-5 ár heldur en samkeppnishæfni og það komu 3
dálítið áhugaverða skýrslur út sama árið, 2024. Það var Draghi-skýrslan sem fjallar samkeppnishæfnina og Draghi náttúrulega bendir á mikla veikleika og hann bendir á eða leggur til leggur svolítið línunar fyrir þá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins það að bæta úr og því hefur verið fylgt eftir einhverju leyti. Enrico Letta skrifaði skýrslu innri markaðinn sérstaklega og þar ber hann kennsl á talsverðar hindranir í innri markaðnum og hann reyndar ekki sá eini sem hefur gert það því að Alþjóða gjaldeyrisjóðurinn eða starfsmenn á vegum starfsmenn hans skrifuðu skýrslu sem kom út fyrir nokkrum árum síðan sem bendir á það að hindranir, regluverk og hindranir á innri markaðnum jafngildi 44% tollum á vörur á svæðinu á móti sem væri þá 15% í Bandaríkjunum og 110% tolli á þjónustu. Þannig að þetta svona dregur, hann var svolítið, og þú veist, þessar skýrslur náttúrulega koma ekki úr tómarúmi, heldur úr þessum jarðvegi. Og þriðja skýrslan sem hefur kannski fengið litla athygli á Íslandi, það er skýrsla sem að Sauli Niinistö fyrir forseti Finnlands skrifaði og fjallar viðnámsþrótt, áfallaþol, vegna þess að heimurinn náttúrulega breytast og það þarf að hugsa öryggis og varnarmál og viðnámsþrótt svolítið upp á nýtt. Finnar eru mjög framalega á þessu sviði með sína erfiðu nágranna í austri. Þannig að þeir hafa áratuga skeið byggt upp viðnámsþrótt og gert það mjög skipulega í landinu. Og rauninni fyrirmynd annara í Evrópu og kannski víðar heim í þeim efnum. Þannig að það var engin tilviljun að það var leitað til Niinistö varandi það að taka saman efni. En ég held að allar þessar skýrslur bendi á alvarlega veikleika hver á sínu sviði. Og við sjáum það bara til dæmis varandi viðnámsþrótt og varnarmálin að Evrópa svaf á verðinum í varnarmálum eftir kalda stríðið og það hefur náttúrulega verið fjallað mikið það. Það er eins og vettvangi NATO og annar staðar. En við sjáum það líka að viðnámsþróttur var verulega veiktur. Það kemur fram í bæði Draghi-skýrslunni og mögulega skýrslu Niinistö líka annan hátt varðandi orkumál. Þegar að bara stjórnvöld í ólíkum löndum fóru markvisst í það að draga úr framboði orku, loka kjarnorkuverum til að mynda og reiða sig það meira á orkugjafa frá Rússlandi, gas frá Rússlandi, olíu frá öðrum svæðum. En þegar að á reyndi að þá var þessi stefna gríðarlega kostnaðarsöm og kostnaðurinn af henni myndin af honum var aldrei sýnd þegar þessar ákvarðanir voru teknar. Nei. Þannig að fólk átti ekkert von á því að náttúrulega hvorki að svona áföll geti dunið yfir eins og innrás Rússa í Úkraínu, COVID afhjúpaði líka mikla veikleika en svo líka bara hvað tjónið mikið og við sjáum það náttúrulega í bara verðbólga hefur haldist út af orkuverði í Evrópu til að mynda en þetta hefur líka fælt iðnað í burtu og haft þetta mikil áhrif á samkeppnishöfnina og við sjáum það til dæmis að okkar systursamtök í Þýskalandi þau ræða mikið orkumál, orkukostnað vegna þess að hann svo hár og hefur áhrif á samkeppnishöfnina. Það sama gildir í Frakklandi varaformaður Medjef, frönsku atvinnurekendasamtakanna Fabrice Lussac var hér á ferðinni með sendinefnd í síðasta mánuði og þetta eitt af því sem hann nefndi, orkumál en líka bara hvaða leyfisveitingaferlið flókið. Og þessar skýrslur hafa náttúrulega kallað fram viðbrögð hjá Evrópusambandinu og það hafa komið fram bandormar, omnibus varandi einföldun og regluverki sem mjög jákvætt að sjá en Business Europe hefur til að mynda bent á það að þetta gangi alltof hægt. Og það sama heyrist frá aðildarsamtökunum, frá Medjef, frá BT í Þýskalandi, frá systursamtökum okkar á Norðurlöndum. Þetta bara rauður þráður, við heyrum ekki í okkar kollegum eða mætum á fundi aðeins að það sé talað hægagang og hvað samkeppnishæfni dræf. En þetta svo sem ekkert bundið kannski við Evrópu. Staðan í heiminum hefur breyst. Heimurinn miklu flóknari en hann var og kannski einhver leyti hættulegri núna.
og þessar aðstæður gera það að verkum að það þurfa allir að leita leiða til þess að efla samkeppnishæfni og leið og allir gera það að þá náttúrulega drögumst við aftur úr ef við lítum ekki sjálf í eigin barm. Og á þessum tímum þarf að hafa miklu meira fyrir því að ná árangri. Það erfiðara. Þannig að við þurfum að vera miklu skipulagðari í því að leita leiða til þess að efla okkar samkeppnishæfni og bæta lífskjör. Þannig að eins og ég kom inn á núna, haustið verður þungt, veturum verður þungur, atvinnuleysi aukast, verðbólgan þrálát, vextir háir, það sér ekki alveg fyrir endan á því. Þannig að stóra viðfangsefni núna í vetur hlýtur að vera stjórn efnahagsmála og það hvernig við getum aukið samkeppnishæfnina. Og þarna verðum við að vinna mjög skipulega. Já. Og sko það sem aldrei áberandi að kaupmáttur launa að aukast eins og við fórum yfir áðan. Og það ýmislegt sem að gengur vel. Lífið gengur að mörgu leyti sinn vanagang hjá fólki. En væntingarnar, þær hafa hrapað. Ef við tökum til dæmis væntingavísitölu sem að Gallup mælir mánaðarlega milli almennings. Hún hefur ekki verið lægri síðan á tímum heimsfaraldurs. Þegar að sko fólk var lokað inni. Og þar áður var hún sko svona lág bara í árunum eftir hrun. Sama með væntingastjórnenda fyrirtækja. Þær hafa ekki verið lægri síðan á tímum heimsfaraldurs. Og hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur svolítið trúna á framtíðina. Trúin á framtíðina ekki mikil við þessar aðstæður, einhver hluta vegna. Það óvissa sem að margt svo sem getur orsakað hana en það væntanlega hefur áhrif og þessi staða með stjórn efnahagsmála spilar held ég mjög stórt hlutverk þarna. Já, ég reyndar svakalega bjartsýn. Ég held að þetta verði rosalega gott. Ég held líka, sko, ég verð að passa með hana að segja að ég fagni ekki erfiðleikum en ég ætla samt að fagna því að núna allt í einu stöndum við frammi fyrir verkefni þar sem við getum ekkert verið að einbeita okkur að einhverjum svona dellumálum. Við erum ekki að fara að leysa stríð í Miðausturlöndum, við erum ekki að fara að láta forsetakosningar snúast ágreining í Miðausturlöndum og núna allt í einu þurfum við bara einhvern veginn, við erum komið hérna verkefni í fangið sem að byggja á því að byggingariðnaðurinn orðin þannig að það orðið margfalt erfiðara að byggja. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Atvinnuleysi að aukast. Það getur komið ákveðin skellur, sérstaklega núna ef að kjarasamningar fara í ákveðið höng og þeim mun ljúka með einhverjum teljandi hækkunum að þá verður líklega og svo ég nefni líka í ofanalag við þessa svona fjárfestinga viðkvæmni sem að mun fylgja því ef við myndum segja já við því að ganga til aðildarviðræðna þá mun feimni við það að ganga enn lengra í fjárfestingum í Íslandi sitja á hakanum þar sem að þeir sem að telja fýsilegt að fjárfestingar séu góðar ef við færum inn í Evrópusambandið þeir myndu bíða eftir að sjá hvað aðildarsamningur myndi þýða að meðan hinir myndu líka bíða út af því að þeir veit ekki hvorum megin þetta lendir. Þannig að þá munum bara ákveðin svona, ég ætla ekki að segja fjárfestingar frost, en með þá svolítið það sem ég að tala við sem eru stórir í ýmsum geirum að þá nokkuð fyrirsjáanlegt að það verði hægagangur í fjárfestingum. Þá erum við allt í einu komnum með það, bara heyrðu, við þurfum að taka þetta út í atvinnuleysi. Kannski verður það upphitun, gagnvart í að við takjum upp krónu, við takjum upp evru, við myndum kasta krónunni. Ég ekkert gríðarlega mótfallin því að taka upp annað gjaldmiðil. Mér finnst við hafa til dæmis á undanförnum árum verið að ljúga hagkerfinu með
fáránlegum launahækkunum til þess að bregðast við verðbólgu. Þetta svona mjög svona Zimbabwe-víst hagkerfi sem við höfum verið að svona að leiða áfram, þó svo að sé náttúrulega ekki svo drastist, ég skal alveg viðurkenna það. En það sem mér þykir, og ég er búin að vera að stríða ríkisstjórninni, svo við tölum aðeins kannski ríkisstjórnina líka. Það ég er aðeins búin að vera að stríða þeim núna. Það því að fyrir kosningar, þá sögðu þau, heyrðu, þetta er ekki á dagskrá. Bara ESB er ekki á dagskrá, við þurfum bara að ná stjórn á efnahagsmálunum. En í smáaleitrinu, þegar að þessir flokkar buðu fram, að þá stóð og til þess að taka á efnahagsmálunum, út af því að við höfum ekki hundsvitaði hvernig við ætlum að ná verðbólgu niður og stýrivöxtunum niður, að þá þurfum við að ganga í ESB til að græja það. Og ég eitthvað svona, þið ættu að segja þetta fyrirfram, að við þyrftum ESB til að taka þessum málum, þá hefðu þið aldrei fengið svona mikið atkvæðum. Já. Hvað finnst þér þetta? Já, ég minna, sko, ég held þetta snúi svolítið bara trúna á okkur sjálfum og ég veit svo mikið hvort er rétt en ég held þetta snúist annars vegar en það hvort að við bara sem samfélag höfum trú á því að við sjálf getum unnið okkar málum, farið í umbætur, náð tökum á efnahagsmálunum og bætt samkeppnisefna sem að þarf að gera á mörgum sviðum eða hvort að við teljum að okkur muni ekki takast það og við þurfum þá að fara í annað fyrirkomulag sem að eiginlega bara svona neyð okkur til þess að taka okkar málum. Þannig ég held þetta snúi svolítið kannski þessar tvær sviðsmyndir. Og ég veit svo mikið hvor er rétt, ég náttúrulega mikil bjartsýnismaður og hef mikla trú á Íslandi og samfélaginu hér, þannig að ég held að við getum alveg sjálf stýrt okkar málum að festu og unnið umbótum og ég meina við sjáum fjölmörg dæmi það í gegnum tíðina. Sko, þú veist, hvað sem við lítum 100 ár aftur í tíman þegar að sko við aðlöguðumst bara tækniframförum, við byggðum vegakerfi, við byggðum menntakerfi, skólum allt land, þú veist, við eldum atvinnulífið, Landsvirkjun stofnuð, orkusækin iðnaður var ný stoð, það eru umbætur í sjávarútvegi, þannig að hann er orðinn og fyrirmynd annara það hvernig eigi að reka sjávarútveg, hvort sem það eru fyrirtækin sjálf eða fiskveiðistjórnunarkerfið. Okkur tókst að byggja upp öfluga ferðaþjónustu og nú síðast hefur tekist að byggja upp tækni- og hugverkaiðnað sem er orðin 4. stoðin og það sem er auðvitað áhugavert er að sko hún er orðin svo 3. stærsta því að sko á síðasta ári að þá nam útflutningsverðmæti tækni- og hugverkaiðnaðar meir en sjávarútvegs í fyrsta sinn og útflutningsverðmæti tækni- og hugverkaiðnaðar hefur áttfaldast á innan við 20 árum, áttfaldast síðan 2008 og það er svolítið áhugavert vegna þess að þeim tíma var mikil umræða í samfélaginu samhliða því að álverið á Reyðarfirði var reist og starfsemi og Kárahnjúkavirkjun var byggð. Það var mikil umræða eitthvað annað, að við ættum að gera eitthvað annað. En í sjálfu sig gat enginn svaraði hvað það átt að vera. En núna er þetta eitthvað annað orðið sko 3. verðmætasta eða sko svo útflutningsstoð sem að skapar 3. mest útflutningsverðmætin og gæti orðið verðmætasta útflutningsstoðum við lok þessa áratugar ef að allt gengur eftir og við, sko, okkur ber gæfa til að taka réttar ákvarðanir. Þannig ég segi þetta til þess að draga það fram hvað okkur hefur tekist vel. Við getum nefnt fjölmörg önnur dæmi. Ég meina losum fjármagnshafta. Frábært dæmi það hvernig við tókum málin sjálf í eigin hendur. Ég meina það vantaði ekkert ráðlegginga frá utanakomandi aðilum það hvernig þetta gera þetta. En við tókum málin sjálf í eigin hendur og gerðum þetta í rauninni allt öðruvísi en sko nokkurum hefði dottið í hug að leysa þetta á eigin forsendum með okkar hagsmuna leiðarljósi og það skilaði gríðarlegum árangri. Þannig að sko dæmin eru fjölmörg. Þú veist, eitt bara sem við erum að sjá núna og ég vil hrósa Jóhanni Páli umhverfisráðherra fyrir það, umhverfis- og loftslagsráðherra fyrir það hvernig hann hefur farið í málin og ráðist í miklar umbætur þegar kemur á orkumálum því að í þeim málaflokki að þá ríkti kyrrstaða langan tíma. Guðlaugur Þór, honum
bara gekk ágætlega og rauna bara vel að rjúfa þá kyrrstöðu en vannst ekki tími til þess að fylgja því almennilega eftir en Jóhann Páll hefur sannarlega náð miklum árangri. Já, mætti bara upp í pontu og sagði bara, herru, við ætlum bara að græja þetta. Algjörlega, þetta algjörlega Það var svakalegt. og það sýnir líka bara hvað það hægt að sko gera mikið á stuttum tíma þegar að sýnin skýr og öflugt fólk kemur saman. Þannig að þetta allt saman, við sjáum líka mikla breytingar á þetta iðnnámið. Fyrir 10 árum síðan var vandamál hver fáir sko sóttu að komast í iðnnám. Og það náttúrulega, þá var skortur á iðnmenntuðu fólki á vinnumarkaði, það ennþá. Sko við fórum í átak með skólunum og með þáverandi menntamálráðherra og stjórnvöldum, Lilju Alfreðsdóttur og náðum gríðarlegum árangri. Því var fylgt eftir af eftirmönnum hennar, Ásmund Einari og núna Ingu Sæland. Og aðsóknin hefur stóraukist, þannig að núna þarf að vísa frá alltaf 1000 umsóknum á hverju ári, fólk sem er áhugasamt og kemst ekki inn. En það verið að halda áfram og Inga að byggja stækka verknámsskóla, þannig að það verið hægt að taka við fleirum. En ég nefni þetta allt dæmi það hvernig okkur hefur tekist þannig á árangri. Atvinnustefna stjórnvalda. Sko, ég hefur hrósað ríkisstjórninni sérstaklega fyrir það. Vegna þess að það í rauninni heildstæð nálgun það að efla samkeppnishæfni Íslands á tilteknum sviðum með ákveðið markmið og ég hlakka mjög til að sjá það hvernig tiltekst, en ég veit það að mér líst mjög vel á þetta upplegg. Já, nei, ég meina... Þannig að við getum þetta, en á öðru sviðum hefur okkur ekki tekist eins vel upp og það auðvitað bara alltaf spurning hvernig best að ná fram þeim nauðsynlegum breytingum sem við þurfum að ná fram. Já. Það með því að gangi í Evrópusambandið, sumir halda það og það getur vel verið að það sé rétt hjá þeim. Nei. Svo aðrir sem vilja meina að við getum bara gert þetta sjálf og það eru mörg dæmi það. Sko, ég veit að þú ert að fara varlega sig. Sko, ég sammála. Ég náttúrulega mikill aðdáandi Jóhanns Páls og mér finnst að hann hafa staðið sem mjög vel. Ég vil meina að ég hafi stofnað aðdáandaklúbb Kristrúnar Frostadóttur út af því ég var aðdáandi hennar löngu áður en hún komst inn á þing. Ekkert löngu, einhverju áður. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta á uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Og þessi ríkisstjórn, ég meina, í efnahagsmálum með hækkun ýmissa gjalda, með skattahækkanir og annað, að sjálfsögðu ég bara gríðarlega ósammálaðum í því og hefði mátt líka ljóst fyrir að þetta myndi koma til með að hamla atvinnulífinu þannig að þeir skattar sem að myndu vera settir á myndu verða fórnarlömb Laffer-kurvunar þar sem að þeir myndi ekki sækja það fjármagn sem að þau telja að væru inni. En ok, tökum það bara út fyrir sviga. Jóhann Páll kemur þannig og gerir gríðarlega mikinn skurk. Þorbjörg Sigríður kemur fram og segir, í útlendingamálunum ætlum við að taka bara hart að þessu út af því að þetta kom út í þvælu. Bara thank God, svo ég fá að sletta. Kristrún bara, ég menna eins og í þessu viðtali RSS Politics sem þú varst að nefna áðan, bara augljóslega góð fyrirmynd út af við. Hún getur ekki komin einstæðar fram án þess bara að allir bara verða dáleitir af miklum þokka og miklum ágætum. Augljóslega bara frábær landkynning. Frábær fulltrúi Íslands. Frábær fulltrúi, það orðið sem ég leita. Vel fyrir og hefur staðið sér vel. En þess vegna, og ég veit, Kristrún vill ekki fara inn í ESB. Ég veit ekki, Þorbjörg Sigríður vill að örugglega hún í Viðreisn. Ég veit ekkert hvar Jóhann Páll í þessu, en Kristrún vill að augljóslega ekki út af því að þá eru bara aðrir komnir í bílstjórasætið sem eru að fara að leiða ríkisstjórnina áfram. En
sko, mér langar að vekja athygli á þessum 3 breytum sem við erum búin að koma inn á hérna. Þú segir, heyrðu, tækni og hugverkaiðnaður gæti orðið stærsta stoð okkar Íslendinga við lok þess áratugar. Já, allavega verðmætasta. Já. Draghi-skýrslan, Guðmundur Hafsteinsson, Hilmar Veigar sem eru svona okkar, langar með að segja aðalmenni í þessu. Ég veit ekkert hvað þeir ætla að kjósa, by the way, ég ætla ekkert að leggja þeim orðið í munn, en ég bara vekja athygli á þessu út frá þeim forsendum sem ég er með gagnvart þeim viðtölum sem ég tekið við á. Benda bara einfaldlega á það að þeir sem eru að starfa innan Evrópu í tæknigeiranum þurfa að flytja sig til Evrópu. Það eru engir sprotar, það eru engir einhyrningar sem eru svona stór fyrirtæki sem að fara yfir miljard dollara fyrir engir slíkir einhyrningar sem hafa orðið til í Evrópu á meðan þeir eru, ég man ekki 13 eða eitthvað utan Evrópusambandsins, en held ég innan Evrópu, langar maður að segja, einn náttúrulega hér á Íslandi sem var Keresis, en enginn innan Evrópusambandsins, og við erum að fara að taka upp það regluverk sem myndi koma í veg fyrir það að þessi stoð yrði svo stærsta hér á Íslandi. Ég er ekki með neinar forsendur til þess að geta ekki sagt að ég get ekki fullir það. Ég get fullir það að ef við göngum inn í Evrópusambandið að þá eru engar líkur á því að það sem að þú varst að nefna áðan, það að hugverkaiðnaðurinn yrði stærsta stoðin, að það yrði að raunveruleika. Það bara heldur engu vatni. Nei, ég minna það er alveg rétt að þú veist, Evrópa hefur setið eftir á þessu sviði, og það er líka alltaf áhugavert að svona helsti markaðurinn fyrir sko vörur og þjónustu, eða allavega vörur hugverkaðinnar, er Bandaríkjamarkaður. Og sko sem dæmi að útflutningur á lækningavörum og tækjum á síðasta ári til Bandaríkjana var meiri heldur en útflutningur á þorski. Þannig að það svona sýnir svolítið hvað þetta er orðið stórt og farið að skipta miklu máli. Og Bandaríkjamarkaður er verðmætasti markaðurinn fyrir þessa vörur, hvað sem það eru lyf, lækningavörur, tæki eða annað, þannig að fyrirtækin eðlileg mál samkvæmt horfa mikið í þá áttina. Guðmundur Fertram hefur til að mynda bent á það sjálfur og kannski fleiri. Þú veist, auðvitað geta fyrirtæki evrópsk fyrirtæki sem náð árangri, en ég minna þau hafa líka einhverjir þeirra þurft að flytja sig set. Og þannig var það núna í vetur, og þá voru þýsku atvinnurekendasamtökin BTI gerðu könnun meðal sinna félagsmanna, minnum í samstarfi við Deloitte, eða greiningu. Það sem kom fram að stór hluti þýskra fyrirtækja væri að huglega það að flytja starfsemi sína að hluta til Bandaríkjana eða Asíu. Og það er vegna þess hvernig samkeppnisefnin er í Evrópu og í Þýskalandi. Þýskalandi hefur verið helsta svona iðnríkið í Evrópu og svolítið dregið vagnin, sögulega séð. Þannig að þetta eru þetta áhugjefni, og ég meina eins og ég nefndi áðan, ég meina við förum ekki að fund hjá Business Europe eða tölum við okkar systursamtök eða kollega í Evrópu án þess að samkeppnisefni og þörf á umbótum þar að lútandi sé rætt. Og Draghi-skýrslan hún heitir ekki Draghi-skýrslan, hún heitir The Future Competitiveness of Europe, ef ég er að muna það rétt. Já. Og sem er náttúrulega, hún er bara samkeppnisefni, það sem er mitt fyrsti kaflinn í djúpgreiningunni sem er B-hlutin, að það er bara orka. Það er eina sem þeir telja þurfa forsendu. Þú nefndir Úkraínustríðið áðan og Rússa. Já. Núna hef ég verið að sjá ákveðna greiningar sem að benda einfaldlega til þess að það er eiginlega engin leið að horfa á Úkraínustríðið öðruvísi heldur en að hún sé, eða sem sagt forsendan fyrir því að Rússar gátu ráðast inn í Úkraínu var að Evrópa framkvæmdi svona harakiri í orkumálum, út af því að núna náttúrulega hefur Evrópa þurft að í rauninni fjármagna stríði sem að þeir svo berjast við með því að fjármagna Úkraínu líka, þannig að þeir eru í rauninni að fjármagna báðar hliðar með því að greiða mikið fyrir orku í Rússlandi en að berjast við það á sama tíma. Þannig að ég held að það mætti náttúrulega vera bara frekar ljóst að Úkraínustríði hefði örugglega ekki verið fyrir hendi ef að orkan hefði verið áfram sjálfbær að einhver eða stórum hluta.
Nei, ég meina núna eru Evrópuríkin að fara aftur að reisa kjarnorkuver. Það var á síðasta árið eða þar síðasta sem að nýtt kjarnorkuver var tekið í notkun í Finnlandi. Svíar að hugsa á sömu nótum og stærri ríkin sömuleiðis. Þannig að ég held að þetta sé bara einfallega viðurkenning á því að þessi stefnumörkun að hún var röng á sínum tíma. Það sé að þessi stefna í orkumálum að loka kjarnorkuverum í stað þess að vera háð gasi frá Rússlandi. Færum okkur það aðeins yfir hérna samtöku iðnaðarins. Núna hefur það bara komið fram í greiningum að aðild að Evrópusambandinu var eitthvað sem að mörgum félagsmönnum hugnaðist fyrir ekki svo mörgum árum ef við tölum þetta í áratugum. En það hefur aftur á móti orðið viðsnúningur á þessu. Já. Af hverju það? Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort sú ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða sú vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það eru þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fáir þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, sko, við höfum kannski ekki beint spurt félagsmenn að því af hverju það en við höfum svona einhverja vísbendingar, en það alveg rétt að til að mynda árið 2007 að það var meirihluti félagsmanna hlynntur aðild. Það voru 43% sem að voru hlynntur aðild að Evrópusambandinu, 39 andvíg. Og samtökin á þessum tíma börðust mjög hart fyrir aðild Íslands að ESB. Og eins og margir vísa í þessa dagana. Hins vegar það þannig að 5 árum seinna, eða árið 2012, að þá hafði dæmið algjörlega snúist við. Að þá voru 59% andvíg aðild að Evrópusambandinu. Og það voru ekki nema 27% sem voru hlynt. Og það áhugaverða að þessi hlutföll eru með svipuð í dag. Og andstaðan hefur aukist aðeins síðustu 3-4 árin í okkar röðum. Við mælum þetta hverju ári. Þannig að þetta sveiflast aðeins á milli ára en til að gera langa sögu stutt að þá er staðan núna mjög svipuð því sem hún var 2012. 2014 urðu formanskipti í samtökum iðnaðarins þegar Guðrún Hafsteinsdóttir var kjörin formaður. Og í kjölfarið að þá var stefnubreyting. Það sem að svona ef ég skil þetta rétt að þá var það bara ákveðin viðurkenning á því að félagsmenn væru andvígir aðild og samtökin vildu frekar nýta sína krafta í öðrum málum. Og ég held að það hafi skilað mjög miklum árangri síðan þá. Ég meina við höfum náttúrulega farið mjög skipulega í og hvatt til umbóta á mörgum sviðum í þá aukina samkeppnisefni vegna þess að í okkar huga þetta mjög einfalt. Ef við viljum hafa góð og öflug lífskjör á Íslandi, hvort sem það mælt í krónum eða aurum eða í gæðum að öðrum toga, þjónustu eða því sem að þið opinbera getur gert, að þá verðum við að hafa öflugt atvinnulíf. Og forsenda þess að hafa öflugt atvinnulíf að fyrirtækin starfi í umhverfi sem að þá svipað og gengur og gerist annars staðar. Þannig að við séum ekki að leggja meiri byrðar eða þyngri byrðar á fyrirtækin hér heldur en að samkeppnisaðilar að gera eða njóta í öðrum löndum. Og þetta er bara lykilatriði og sko ég myndi segja að þetta séu kannski helstu vonbrigði með núverandi ríkisstjórn. Svona þetta viðmót sem að sér stundum í garð atvinnulífsins. Oft það þetta jákvætt, ég ekki að segja það og ég meina sumum málum höfum við séð bara breytingur rétt átt, en við sjáum hins vegar, ég meina aukna skattlagningu á sjávarútveg, ferðaþjónustu, núna á að sko stór hækka skatta á byggingariðnað með því að lækka endurgreiðslu á virðisaukaskatti. Já, þetta er rauninni versti tíminn sko og sko það er sko, þetta eru einhverjir 6-8 milljarðar á þessa grein á sko, sem aukin kostnaður við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis.
núna þegar að sko sá markaður, byggingamarkaðurinn á verulega undir högg að sækja atvinnuleysi er að aukast og nota bene atvinnuleysi er ekki komið fram að fullu í tölunum eins og þó að fyrirtæki hafi sagt upp fólki að þá er það ennþá á uppsagnarfresti þannig að ég held að við munum sjá mikla breytingar núna á næstu mánuðum. Já, en líka sko, ef við tökum líka bara tökum bara hagsmunina aðeins út bara fyrir sviga og þú veist, við erum að tala um atvinnuleysi, við erum að tala um innkaup og við erum að tala um ákveðina aðila svona út frá félagslegri stefnu sko, að þá er talað um og við getum reynda að hrósa sjálfum okkur fyrir það að ungt fólk er töluvert líklega til þess að vera í eigin húsnæði heldur en eins og í Evrópusambandinu sem að samt á einhvern veginn að laga vext, það er mjög skrítið allt, en það sem er fyndið í þessu er sko að hér eru rekin hagsmunaöfl sem að berjast fyrir því að húsnæði séu mannréttindi. Ekkert býr til meiri skort heldur en að kalla veraldleg gæði mannréttindi en hendur því líka bara út fyrir sviga. Það er hugmyndin, að þetta sé allt mannréttindi og við þurfum, og ég er alltaf að segja en hvernig verður húsnæði til? Það er út af því að fólk er tilbúið til þess að skapa húsnæði. Þegar stjórnmálamenn segja að þegar þeir segja að þeir ætla að fara að búa til húsnæði þá fæ ég bara ælun upp í kok. Það er engin stjórnmálamaður sem er að byggja húsnæði sko. Það eru bara aðilar sem sjá hag sínum borgið í því að búa til húsnæði á því verði sem annar aðili er tilbúin til þess að versla. Það er ekkert annað fyrir hendi. Og eins og með minnir hafi verið Gylfi Jáverk, ég vona ég sé ekki kastan undir vagnin. Ég var á það var erindi á Steypistöðinni, þar sem að ég var meðal annars að stýra pallborðsumræðum, þar sem að hann sagði bara, 30% af kostnaðinum er komin áður en að ég næja að koma á staðinn með vinnuvélarnar og það eru opinber gjöld og annað og fleira. Og hann sagði, ég er alveg til að greiða fyrir innviðina og fleira, en það er bara verið að andón í hálsmálið að mér, lóðir er orðin sjálfstæð tekjulind sveitafélaga og ég ætla aðeins að skamma bæjarstjóra Garðabæjar líka Almar fyrir það að hafa sagt bara, ég meina það er nú eiginlega bara réttur Garðbæinga að fá einhver pening fyrir sína lóðir. Nei, þetta er bara galið og er ekki á þeim forsendum sem aðrir keyptu sínar eignir á sínum tíma. Það var ekki þannig að lóðir ættu að vera sjálfstæð tekjulind sveitafélaga svo þeir getur þjónusta þá sem að fyrir eru. Það hefur aldrei verið fyrir hendi. Þannig að það er fáránlegt að vera að horfa á það sem einhverja rétt Garðbæinga að þeir eigi að vera að fá nægilega bara mikinn topprís fyrir allt til þess að aðrir þurfa að greiða meira fyrir húsnæði sitt. En punkturinn er bara sá, ef við hugsaum þetta bara félagslega, að hér er verið að segja, þetta eru mannréttindi, það eiga allir að hafa þak yfir höfuðið, við viljum lægri vexti, við viljum lægri þetta, en opinber gjöld haldast gríðarlega há. Hér eru einhver sérkennileg hagsmunaöfl sem að sjá til þess að þeir fá sér lóðir og sér díl fyrir sér kjör og bla. Það er eitthvað skrítið í gangi, en þetta sér ekki til þess að ungt fólk fái húsnæði. Hvernig brestu við þessu? Já, sko, Almar hefur nú staðið sem mjög vel í Garðabænum, ég vil nú byrja á því að segja það. Ég er alveg sammála, ég er sammála honum líka í flestu, en ég er samt að skamma fyrir þetta. En sko, ég meina það er þannig bara að þetta kerfi í kringum uppbyggingu íbúðarhúsnæðis sem að er það sem að valdið er náttúrulega dreift, ég meina ríkið hefur hlutverk, þau setja náttúrulega lög og reglur. Sveitafélögin, þau eru náttúrulega oft í því hlutverki að selja byggingarétt. Sveitafélögin innheimta gjöld, sveitafélögin afgreiða skipulag og þarna náttúrulega eru sveitafélögin í sko algjöri yfirbera stöðu að bæði innheimta gjöldin og svo að afgreiða skipulagið. Þannig að fólk, uppbyggingaraðilar fá ekki skipulag samþykkt nema að greiða gjöld og gjöld sem að eru jafnvel utan við það sem eðlilegt getur talist en er þá kallaðir einkaréttilegi samningar, svo innviðagjöldin. Síðan ertu með verktaka sem að byggja eða fyrirtæki sem standið því og banka sem lána og þar fram til götunum. Sko, allir þarna eru að hegða sér skynsamlega innan þess ramma sem að þeim er ætlaður. En vandamálið er það að bara ramminn er ekki alveg í lagi
og ég meina þetta náttúrulega hefur breyst á einhverjum, ég veit ekki, árum 10, 20, 30 árum til að mynda með sveitafélögin, því að sko sala á byggingarétti og innheimta gjalda vegna byggingar íbúða, að það orðin sko tekjulind fyrir sveitafélögin og það orðið bara make or break þeirra fjárhag, hvoru megin við núllið þau enda árið. Þessi þáttur í boði Þorgrímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfða lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Og þetta gerist náttúrulega samhliða því að ríkið setur meiri skyldur, meiri ábyrgð á hendur sveitafélögunum og sveitafélögin fara þá að leita leiða til þess að fjármagna sig og fara svona mjög skapandi leiðir í því. Gjaldtakan á uppbyggingu hefur stóraukist. Við gerum greiningu á því þar sem við gerum því ágætt skil. Við skoðum þetta til dæmis á 3 ára tímabili þar sem að sveitafélög, hvort það var 8 stærstu sveitafélögin, innheimtu 57 milljarða vegna uppbyggingar íbúða. 57 milljarða. Við sjáum líka bara gjald, kostnað fyrir byggingu á íbúð, 100 fermetra íbúð til að mynda, stóraukist. Það komið ný gjöld, gjald á gatnagerðargjald á bílastæði í bílakjallara, fór úr einhverjum cirka 30-40 skall í Reykjavík upp í tæpa 1 milljón. Þannig að þú veist, og svo mætti áfram halda. Það sem áhugavert þarna að það tók okkur fleiri mánuði að afla þessara gagna, vegna þess að það þurfti að lesa í gegnum hverja fundagerðina fætur annari. Þess að gjaldskráin ekki gagnsæ og ekki birt og það ekki skjalfest neitt og það þýðir ekki að spyrja sveitafélögin sjálf því að þau vilja ekki afhenda þessar upplýsingar. Nei, ég man eftir í ég ræddi við stóran verktaka fyrir ekki, það komið eitthvað síðan, það ekkert svo langt sann og ég var eitthvað að spyrja nefnitt út í verðlag og var að fara, ég var eitthvað búin að vera að skoða vefsíðuna. Það mjög gaman að skoða svona nýja reiti. Við erum alltaf með oftast sér vefsíður sem heitir í höfuðið á verkefninu og ég var eitthvað að spjalla við hann og svona, já, þú veist, hvað þetta, hvernig var launin, áhrif og eitthvað hannig. Og svo rak ég augun í það að þú gast keypt stæðið með íbúðinni, það kostaði bara eitthvað fáránlegt. Og ég sagði hann bara, ertu eitthvað lasin eða? Þú veist, hvernig getur þú verið að rukka þetta? Og hann segir bara, nei, þetta bara, þú veist, það sem ég þarf að vera að rukka út af þeim bara stöðlum sem mér lagt upp með. Ég veit það. Þetta galið. Já. Fyrir bílastæði, Já. Þetta rosalegt, Og svo náttúrulega bara áherslur í skipulagsmálum. Sveitafélögin fara með skipulagsvaldið og þú veist, ríkið hefur litið þannig á að það sé bara heila og réttir. Og stjórnmálamennirnir, ríkismegin, þeir treysta sér illa til þess að breyta því að einhvern veginn fara inn á valdsvið sveitafélagana, bara þetta varðar. Þannig að sveitafélögin bara deila og drottna þarna. Og þeirra áherslur í skipulagsmálum kosta. Að því að sveitafélögin náttúrulega ákveða í gegnum skipulag hvernig húsnæðið byggt, hvar, hvenær og svo framvegis, fjölda íbúða, stærð, allt þetta. Og núna bara í vetur og þá að gera könnun meðal almennings. Þannig í fyrsta sinn var fólk einfaldlega spurt af því hvar það vildi búa og hvernig íbúðar það vildi og hvernig gæði og svo framvegis. Þá kemur í ljós að það himinn og haf á milli þess sem að fólk vill og þess sem að sveitafélögin bjóð upp á. Það himinn og haf.
En verktakarinn hafa vitað þetta í mjög langa tíma og því að þeir segja einfallega, heyrðu, ræddi við annan sem var að segja mig frá einum reit sem hann var að hanna og hann hafi verið að berjast við hérna sveitafélagi, heyrðu, nei, ég get skapað í rauninni, þú veist, þetta óhentugur fermetrafjöldi og ég get í rauninni slegið hérna 2 saman og hérna búið til 3. Þannig að það myndi henta markanum. Hann sagði, ég var að selja annan reit, ég veit að þessar íbúðir, það erfiðar að flytja það til út af því að þegar fólk að stækka við sig að þá það líklegri til þess að fara í einhver sérbíli frekar en að kaupa, þú veist, 145 fermetrar eða eitthvað. Það var svona, og ekki svona luxus, þannig að fólk oftast að kaupa eitthvað luxus, þá kannski penthouse með 200 fermetrum eða eitthvað þannig. Þær seljast oft bara snemma út af það einhverjir hérna fjársterkir aðalar sem hafa efna á því. En þeir sem eru að færa sem segir, þetta eru ólíklegri til þess að fara í þessar íbúðir. Og hann hérna sagði bara, já, en sveitafélagi sagði bara, nei, þetta verður að vera svona, þetta staðallinn, þetta svona. Og svo íbúð tók, ég man ekki, þú veist, það var eitthvað 4x með við aðrar íbúðir sem að seldust. Þannig að hann bara, já, told you so. En það hefur verið miklu auðveldara að koma þessar íbúð út. Og það handla fjármagnskostnaðar sem lýsta því, sko. Algjörlega. Þetta skiptir allt máli, þannig að ég held að sko niðurstaðan að þessu svo að það þarf einhvern veginn að finna samhljóminn. Ólíkir aðilar þurfa að koma saman. Ríkið þarf að taka miklu meira ábyrgð á málaflokknum vegna þess að ríkið náttúrulega fer með löggjafarvaldið í landinu og þannig að við þurfum að sjá einhverjar breytingar þar. Sko, verkalýðshreyfingin eðli mál samkvæmt mjög hugsi yfir stöðuna á húsnæðismarkaðnum. Þetta auðvitað mikið hagsmunamál fyrir almenning í landinu, hvernig markaðurinn samsettur og hérna að fólk geti fengið þak yfir höfuð, hvað sem það með því að eignast íbúð eða á leigumarkaði. Þannig að það þarf að hugsa þetta svolítið upp á nýtt. Við höfum átt mjög gott samstarf við verkalýðshreyfinguna, ólík félög, stundum óformlegt, stundum formlegt og þar greinilegu samhljómur. Ég finn ekki annað en að ríkisstjórnin hafi mikinn áhuga á þessum málum en það þarf einhvern veginn að ná sveitarfélögunum betur með. Greina þessu ólíku hvata sem og finna leiðirnar til þess að komast áfram. Þannig að sko staðan á byggingamarkaðnum þannig í byggingariðnaðinum að atvinnuleysi hefur aukist mjög hratt. Við sjáum það að Seðlabankinn sagði frá því í vor að skuldsetningi í greininni var að aukast sem ekki gott við þessar aðstæður. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur áhyggjur af viðnámsþrótti byggingariðnaðar í skýrslu sem kom út núna í lok júlí. Í uppgjörum bankana kemur fram að vanskil í byggingariðnaði hafa aukist. Þannig að þetta allt saman mjög slæm teikn sem á lofti og vandamálin verða þá náttúrulega núna fyrir iðnaðinn og veturinn verður þungur en vandamálin munu koma fram á húsnæðismarkaðnum þá eftir kannski 2 ár, 3 ár vegna þess að það tíminn sem tekur að byggja, framkvæma en síðan meðum við ekki gleyma því varandi skipulagið og leyfisveitingarnar og allt ferlið að það tekur áratugi að byggja ný hverfi eða á nýjum reitum. Þú veist, mér sé að Hlíðarendasvæðið, það kannski 25 ára verkefni. Samt þú veist, það frekar þægilegt í uppbyggingu því að það var ekkert þarna fyrir. Þú veist, Blikastaðalandið, það var keypt upp í lok síðustu aldar og það ekki byrjað að byggja þar. Frá því að sko, landið var keypt og byrjað að þróa það og þangað til að síðasta íbúðum verður byggð að þá líða kannski 50 ár, hálf öld. Það galið. Já, Ártúnsöðun, það kannski 35 ára verkefni, 40 ára. Þannig að sko, þetta ekkert endilega óeðlilegt, en þetta segir okkur líka að það þarf að hugsa hlutin allt öðruvísi. Þú veist, núna þarf að fara að skipuleggja hvar á að byggja 2050, 60, 70. Sveitarfélögin núna bara veltaði fyrir sig hvort það sé ekki hægt að finna einhvern reit og setja á gáma eða hefja uppbyggingu bara strax. Það þarf að gera þetta allt öðruvísi. Vegna þess að það þarf stöðuleika á markaðnum. Það það sem að iðnaðurinn vill og það það sem að þjónar hagsmunum almennings og samfélagsins í skemmri og lengri tíma. Og þú að fara að ljúka þessu. Sko, mér langar að enda þetta á ESB og
ég sendi náttúrulega á þig og spurði hvort þú væri til í að koma og þú sagðir, já, ég alveg til í að koma svo lengi sem ég fæ að tala óvarlega ESB og ég ætla bara að verða við þeirri beiðni út af því að sko, þú sagðir áðan að með samtök iðnaðarins að þið vissið ekki nákvæmlega af hverju þessi andstæða hefði mótast en ef ég tala bara við Sigurður Hannesson af hverju heldur það að sé hvað það svona, þú ræðir við þessi einstaklinga þó svo þessi ekki gerð formleg könnun hvað það sem að fólk bendir á í sinni afstöðu og af hverju telurðu að þessi afstæða samtaka iðnaðarins félagana hafi breyst svona mikið gagnvart aðild að ESB. Já. Nýr samstarfsaðili þessa þáttar Kaldi. Kaldi bruggaður á Árskógssandi þar sem að hreint íslenskt lindarvatn og vandað handverk fara saman. Kaldi fyrsti handverksbjór Íslands og hefur frá upphafi lagt áherslu á gæði, hefð og gott bragð. Notast við vandað hráefni og klassíska bruggaðferðir sem skila fersku og hreinu bragði sem að Íslendingar kunna svo vel að meta. Hvort sem ert að fara að njóta rólegra stundar, hitta góða vini eða fagna sérstöku tilefni, þá Kaldi alltaf vel við. Stolt norðlenskt handverk bruggað af metnaði síðan 2006 og skál fyrir því. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvörubón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvörubón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Sko, ég held að merkin voru strax komin fram 2012 eins og ég nefndi áðan og ég held að bara eftir hrun að þá jókst samkeppnisefni iðnaðarins talsvert mikið. Þannig ég held að það hafi haft einhver áhrif. Svo hefur það náttúrulega sveiflast í gegnum tíðina. Ég held að gullhúðun regluverks, það að sé verið að setja meiri kröfur á íslensk fyrirtæki heldur en gert á fyrirtæki annars staðar á innri markaðnum. Ég held að það skapi andstöðu. Og það er ekki við Evrópusambandið að sakast, það er bara við íslensk stjórnvöld á hverjum tíma að sakast. Hins vegar er bara ein stór breyta og það er krónan. Og sko það er mikið samhengi á milli þess hjá félagsmönnum hvort að þau telji krónuna henta sér í sínum rekstri eða ekki, hvort þau séu andvíg aðild að ESB eða ekki. Þannig að þeir sem að telja að krónan henti sínu rekstri vel að þeir eru frekar andvígir aðild að ESB, þeir sem að telja að krónan henti rekstrinum ekki að þeir eru frekar hlindir aðild að ESB. Og ég held að ástæðan fyrir því að kannski margir telja að krónan henti sínu rekstri vel er einfaldlega svo að krónan hefur verið ákaflega stöðug síðustu árin. Og stöðugur en evran. Já, ef við tökum bara til að mynda síðustu 6 árin, skoðum flögt á krónunni, krónu evru miðað við aðra krossa, að þá sjáum við það að sko að á þennan mælikvarða er krónan stöðugri á móti evru heldur en dollar á móti evru, jen á móti evru og við getum fundið fleiri gjaldmiðla, þannig að sko að þetta hefur ekki verið áhyggjuefni fyrir fyrirtækin í þeirra rekstri. Vegna þess að þó að raungengi sé sterkt að þá eru fyrirtæki náttúrulega á svona í daglegum rekstri fyrst og fremst að hugsa nafngengið. Þeir eru að flytja inn vörur eða selja út eða og svo framvegis. Það er eitt sem að mig langar sérstaklega að vita og það er verið að ræða þaðan. Hver er afstaða tæknifyrirtækina? Hugbúnaðariðnaðarins? Er það, þú telur þið sjá, eins og segið, við erum ekki með tölum fyrir framan okkur og þegar þú vildi fá að tala óvarlega. Sér einhvern mun á afstöðu þeirra? Þeir sérstaklega óanaðir? Eru þeir kannski út af því að allir sem eru í tækniðina þeir eru svo rosalega frjálslyndir? Já, það er sko fyrir við skoðum sem sagt greinumyndanir á byggingariðnað, framleiðsluiðnað
tækni og hugverkaiðnað og í rauninni í öllum hópum eru fleiri andvígir heldur en hlindir. Ég man nú ekki töluna nákvæmlega en þetta allavega staðan. Já. Og það hefur orðið breyting, eins og ég segi, andstaðan í öllum þessum hópum hefur aukist síðustu árin. Þannig að það staðan og þetta það matið. En eins og ég sagði, ég minna ég held þetta snúist að mestu leyti það bara hversu mikla trú fólk hefur á okkur sjálfum til þess að ráðast í þær umbætur sem að þarf. Sko, þó að við höfum dregið kannski upp svolítið dökka mynd af stöðunni hérna næstu mánuðina. Við erum bjartsýnir. Þá ég ákaflega bjartsýnn fyrir hvað Ísland varðar ef við horfum svona nokkur ár fram á veginn. Það eru gríðarleg tækifæri. Við getum séð mikinn vöxt í tækni og hugverkaiðnaði til að mynda. Það eru fleiri greinar sem eiga mikil sóknarfæri. Þannig að ég held að við eigum alla möguleika á því að standa okkur vel við hvers sem að maður kemur. Skynja maður mikinn vilja til fjárfestingar og til uppbyggingar. Hátt vaxtastegu, þetta setur strik í reikningin, leyfisveitingaferli sem tafsans setur strik í reikningin, skortur raforku, flutningskerfi setur strik í reikningin, skortur íbúður og svo framvegis. En sko góðu fréttirnar eru þær, allt þetta eru heimatilbúnar hindranir sem við sjálf getum og eigum að ryðja úr vegi. Já, ég sammála því. Þannig að það er bjart framundan. Það er bjart framundan. Ef við horfum langt fram á vegi. Ég held að þetta verði flott, sko. Bjarni sagðist alltaf að segja nei. Hvað segir Sigurður Hannesson? Já, ég hef sjálfsög ekki gert upp hugmynd. Nei. En við höfum farið ítalega yfir svona stöðuna hjá Samtökum iðnaðarins og afstöðuna. Það eru þetta skipta skoðanir en ég mun vega þetta og meta. Vega þetta og meta. En ég held að svona á endanum muni bara mín persónulega afstaða ráðast að því af trúminni á íslenskt samfélag og okkur sjálf. Nú, ég held að allar ekki að segja okkur þetta. Hvort að við getum sjálf náð árangri og unnið í okkar málum eða hvort að við þurfum kannski að fá utanaðkomandi hjálp til þess. Já. Sigurður Hannesson, takk hérlega fyrir að koma og þangað til næst. Takk sem leiðis.